Já, komið sælir aftur á orðu góðir og seinni hálfleikur rétt að fara að hefjast. Sérstakur fyrri hálfleikur að baki. Staðan 8-10, afturhaldið vel hér gegn Stjörnunni í þessum öðrum leik liðanna í umspilum laust sæti í N1-deild karla í handbolta. Jói, hvað getur við sagt hennan blessaða fyrri hálfleik? Hann var mjög sérstakur. Já, hann einkenndist að bara vægast að döprum sóknarleik á begge hálfu. Eftir 15 mínútur leik var staðan 4-4. Já, og margir tapaði boltar og ótrúlega margir tapaði boltar reyndar. Var jafnt á öllum tölum þar til svona undir lokin þegar Stjarnan náði 2 marka fórustu í fyrsta sinn 7-9. Þegar Afturelding náði 2 marka fórustu afsækja þetta. Það eru núna ennþá 2 mörkum yfir 8-10 og byrja með boltan hér í seinni hálfleik í sínu rauðu búningum. Já, og Daniel var aukakast, hvað var þetta? Daniel fer í gegn og skorar. Daniel Jónsson, þetta ágætis innkomi hér í fyrri hálfleik þegar hann kom inn á bekknum. Byrjar að skora hérna í seinni hálfleik. Sjáum engan Vilhjálm Halldórsson. Hann verður vantanlega ekki meira með meiddist í. Hann hérna fyrir neðan okkur, hann eitthvað, jú, hann er komin í skóinn og farin að ganga þannig að. Já, en hann virðist ekki ganga þannig að þetta er mikið leikfær. En hann mun eflaust reyna ef hann mögulega getur. Já, Bjarni, og þetta er varið Smári Ver. 10. skotið sem hann ver. Bjarni Jónasson inn á vinstra horninu. Þeir fagna þessu ákaf. Leikmenn Aftureldingar. Þetta hlaupið liðin Þrándur Gíslason er inn á línunni Aftureldingu. Hornamenn Reynir Árnason og Hilmar Stefánsson. Daniel Einarsson á miðunni, hægri skytta Jón Jónsson. Hérna er Bjarni Aron Þórðarsson í vinstri skyttunni. Leitar að Þrándur, setur þetta í fótinn á honum. Já, brotið á honum. Já. Kemur Jóhann og hann er að koma sér gegn en þess ekki. Bjarni með skot, það er varið. Bjarni fær annað séns eða hvað? Nei, tekur það ekki Jóhann, brotið á honum. Bjarni stöðar hann. Það fyrir höndin að koma upp, já kemur hann hér. Og Daniel með skot og það er mark. Já, glæsilegt mark. Daniel Jónsson í fantaformi hér, 4 marka munur, 8-12. Já. Það verður spennandi að sjá hvernig Stjörnumenn bregðast við. Elvar Örn Jónsson á línunni, hann skorar. Og þá er Vilhjálmur Halldórsson að fara að gera sér reddi að koma inn á. Já, sér hvað hann spilir bara vörnuna. Daniel með klínusetti frá Daniel. Og Tandri. Það er með tvígrip á Tandra, ég held að þetta sé rétt. Já, ég held að það var líka. Magnús var lengi að leita flautinu en hann flautaði rétt að lókum. Bjarni, Daniel. Jóhann, hann kissi gegn og það er varið. Bjarni nær frákastinu, Sverrir Eyjálsson komið hérna. Vissum ekki alveg hvað átt að gera boltan en það er kannski línumenn ekki að bera upp boltan í hraðhlaupi. Nei. Tandri finnur Eyþór. Það eru stöðaðir félagarnir. Eyþór fengið högg í andlitið sem smer. Já, Bjarni Jónasson og Finnur Jónsson eru hornamenn Stjörnunnar hér upp á seinni hálfleiks. Elvar Örn Jónsson á línunni. Eyþór Magnússon og Tandri Konráðsson í skittunum. Og miðunni Guðmundur Guðmundsson. Leysi Bjarni úr vinstra horninu. Guðmundur, Tandri. Tandri hann að fóna Þrándur full. Já, já. Hoppa hann upp á mótunum og næstu upp.
seldi þráttur sig að hoppaði á móti Tandra og það gerði að verkum að það opnaðist. Það er nýttu yfir töluna vel, Jón. Já, ekki nokkur einasta spurning. Og Eyþór inn á, fer á vítapunktinn segi ég. Hann gerir Eyþór Magnússon með 2 mörk til þessa. Skorar ekki að þriðja, þetta skipti í það minnst að Smári ber sitt 11. skot. Hann að vera mjög góður í markinu. Smá kaflið miðbygg fyrir áleikinn sem hann varði ekki í einhverja mínútur. Þannig sé verið að vera allan leikinn. Sverrir Hermannsson komir í hægri skiptuna. Daniel Sverrir, Bjarni, Sverrir. Daniel vissi boltan að það. Það koma bláklæddi stjörnum með henni. Viljum bara, hann er bara konið hraðablöfinn bara. Já, hann tekur Kobe Bryant á þetta bara. Ökla mittur og treður yfir alla. Smötur sér netið. Hann er án og erfiðleikum að komast tilbaka. Að skrefa Bjarnaron. Já, þetta er gaman að sjá þetta, sjá Villa. Það eru menn sem að leggja sig allan í þetta. En spurning hver kostnaðurinn verður, hvort hann geti spilað fyrir varnir. En frábært að sjá þetta. Já, og hef það svo sem tilfinninguna að þetta séu síðustu leikir Viljáms á ferðinum. Ég heyrði það einhvers að hann ætlaði sér að hætta þetta tímabil. Já. Þetta sé að flytjast til Danmerkur. Skóla. En þetta er það sem ég heyrði. Selur það ekki dýrara? Nei, en þá er að gera að menn leggja sig allan í þetta. Menn geta farið í einhver gifs og svona bara eftir það. Já. Það verst að þetta eðilegu veður sumari fyrir honum. Já. Hér kemur afturhalding. Sverrir. Já, og Svavar fór í fótinn á Villa þarna. Já. Það var mittauglun eitthvað að fela Sverrir. Já, en spennan er það í þessu, það vantar ekki. Það er 2 marka munur, 10-12. 6 mínútur rúmar liðnar af seinni hálfleik. Og leysir Hilmar hérna inn á móti bolta. Bjarni, Sverrir, Daniel. Það reyna að finna þetta og opna samt af Sverri. Og skorar. Vel gert hjá Sverri. Annar marki hans, 10-13. Eyþór. Andri finnur Guðmund út í hornið, Finnur. Flott mark hjá Finni Jónssoni. 11-13. Daniel. Það er fullmörg skref hana. Kemur aftur sama kerfi á þann. Bjarni er að finna þrátt, það er vel gert hjá hann og hann skýtur í stöngina. Já, mér sýndist Svavar verja þetta með þess að skilja hann eftir stjörnumenn. Já, hann á góð linnlýsing á Bjarni, hann greip ekki boltan. Tekka hann í öxlina. Já, klöfulegt. Sverrir. Og hann með arfaslaka sendingu á móti, reynir ekkert í fótinn og þaðan fór þetta til Svavars. Kemur Eyþór, þetta fyrir fótinn á Bjarna Árni Þórðarssoni og hann fær 2 mínútur og er ekkert að kvarta yfir því. Gerir Karota bara auðvelt og rak sjálf á sig nánast út af. Tandri, Eyþór, út í hornið, Finnur herrboltanum sjálfur hann eftir að hafa mist hann. Já. Klaufalegt, einum fleiri. Já, Leonum hefur gengið svona illa að nýta þetta, þarna gerir stjörnuna vel. Og Bjarni, hann er skot í stöngina. Það vantaði ekkert upp á döðafærið þarna. En þetta átti drengurinn bara að gera betur.
koma Aftureldingarmenn rólega upp hornið. Já, hann má segja þessi svo þeir reynu fari 1:10 í mannin. Hann leysir Hilmar á hægra hornið, kemur Jóhann. Opna Hallnarsguðu, Svavar Veri aukakast. Verir Daniel, Jóhann, leysir Hilmar aftur. Hann reyna að finna hana. Og vörðan og Eyþóri, gott. Nú fyrir höndin að koma upp sennilega. Kemur þarna og Hilmar með skot og það er Svavar, já, hann hélt í. Þá koma Stjörnumenn og það er fáránleg sending hér út markinu og Svavar yfir Eyþór og innkast. Skelfilega illa farið með gott tækifæri til að minnka muninn og 15 sekúndur í mannin og Afturelding spilar hann inn á. Jóhann kemur Ásgeir inn á, hann laumar sig þetta niður í hornið þar sem og inn á línuna. Þetta vel gert hjá Ásgeiri, laumaði sig þarna inn á línuna meðfram hægri vængum og Stjörnumennirnir voru og seinir að taka eftir þessu. Já, þeir heyrðu ekki öskurinn af bekknum, hann var að benda þeim á þetta. Staðan hér 11:14, 19,5 mínúta til leiksloka. Já, kemur Bjarni. Eyþór reynir litt sér rauð og hann með skot og það er rétt framhjá. Vildi fá aukakast en fekk ekki. Koma Aftureldingarmenn. Já, komast inn í boltan, aukakast. Gólfið þerrað og Lætin fara að hefjast á ný. Jóhann, Daniel og Sverrir. Blessa flötið byrjað aftur. Sverrir, Jóhann, Sverrir. Vel gert hjá Bjarna. Jóhann þarna óheppinn, hann var ekkert við þess að gera. Nei, hann fór í andlitið á honum að reyna að tega sig í boltan. Já, hann var ekkert vilja verkan. Nei. En enga séu 2 mínútur. Alltaf stutti í brosið hjá Magnúsi Jónssoni dómara. Já, hann sér komíska hliðir á öllu. Stjörnumenn einum fleiri, sjá hvort þeir nýta það betur en áðan. Nei, ekki strax í það minnsta. Tandri stöðaður auðvitað. Eyþór. Já, Finnur Guðmund á línuna, hann skorar. Guðmundur Guðmundsson kominn á blað. 12-14. Nú þurfa Stjörnumenn að nýta þennan kafla vel. Það var hann að koma sér inn í leikinn. Já, Bjarni Aron Þórðarsson kemur hér í vinstri-skeytuna. Fær fyrirmæli frá Daniel Jónssoni. Daniel, Bjarni, Sverrir. Með skoti rétt fram í ágætis tilraun. Það koma Stjörnumenn, Eyþór. Vilhjálmurinn á línunni, opna hotnið, afleitt sending hreinlega. Já, þeir eru ekki að fara vel með þetta, Stjörnumennir. Alveg ótrúlega slögg sending frá Eyþóri út í hotnið. Þess að hreinlega ekki verið í jafnvægi þegar hann kastaði boltanum. Aftur fara þeir illa með þetta. Afturhending heldur, 2 marka fórustu.
í bili. Þessi reynir að inn. Sverrir. Það er taka Bjarni Aron umferð. Sverrir reynir að koma sér í gegn með skot en það er brotið á honum. Og höndi komin upp hérna á dómarunum, Sverrir með skot og þetta verður villi, vel gert, Sverrir nær frákastinu. Og getið fyrir bóttinn búið að flauta. Þarna var hann óheppinn. Já, þarna gerði Magnús ráð fyrir því að þessi bóttin myndi ekki fara í netið þar sem þetta var nú arfaslagt skot á markið. Já, hann bara gerði ráð fyrir því að Svavar myndi grípa þetta. Já, hann svo var sestur og bóttinn fór hátt. Jæja, það er ekki spurt af því, afturhaldið komið með fullskipalið. Hérna með skotið í félaga sinn Ásgeir. Og Sjarnan nær boltanum, Þór. Og hann á þeim bara skröfunum. Já, og Jón Arnar með skotið framhjá. Afturhalding getur komið þessi 3 mörk. 16 mínútur til leiksloka. Ásgeir upp, já, enginn hægt á skotið þar. Jóhann á með skotið yfir og 2 mínútur að Vilja. Býtur hann við. Það tók Vilhjálmur bara á sprett. Já, reyndi hrefsilega á öklan. Þarna er hugsanlega átt að fá bara aðra 2 mínútur fyrir. Og augra dómara. Já. Svo ræður hann með Ólaf og Karl Danielsson sækir hann á byggðarinn að setjast niður. Valdi ekki frekari skaða. Þetta kom aðra 2 mínútur. Á Bjarna Jónasson. Þessi kafli getur orðið dýrkeyptur. Það geti hreinlega klára leikinn. Sjáum til. Það eru 2 fari í 1:48. Þakkaði fyrir Stjörnumenn. Spurning hvernig afturhalding nýti sér þetta. Jóhann Daniel út í hornið. Hilmar sem stóð út af en það er varið. Svavar heldur sínum mönnum inn í þessu. Hilmar var augljóst að annar fótur á hann var fyrir utan en ekkert flöta á það. Það takaði 2 umferð. Tandra og Eyþór. Heyrðu, það lendaði saman félagarnir. Tandra líklega eftir ítt á Finn. Guðmundur, Eyþór og hann finnur Finn. Kemur Tandri, finnur. Þetta var nú skref. Já, hann er með hreint í gólfið. Annars stendur nú allur bekkurinn uppi á Stjörnunni. Já, og stúkan líka. Já, og þeir sem eru fyrir utan hóp líka. Hvort að tímaverðurinn stóð ekki meira þessu upp. Nei, Óli Harald gerði það neina. Já. Já, en þá 59 sekúndur í fyrri manninu hjá Stjörnunni. Tandri fær boltann. Það farið andlitið á honum. Nei, bara létt í bringuna. Tandri missi boltann hann og hann verður að koma að leikleysa. Já, Guðmundur með skotið varið. Auka kast. Kemur Tandri. Skot á löngu var rétt framjá. Gott skot. Til litlu muna. Kemur Sverrir. Daniel. Finnur Ásgeir á línunni. Já, hann skorar. Ásgeir Jónsson með sér 3. mark. 12-15. Já, Stjarnan á því. Þá langri sókn á hann. Þá eru Guðmundur tekinn umferð. Eyþór fær að ganga laus. Já, Finnur í æfingum sem hann græðir ekki alveg við. 10 sekúndur í fyrir mannin. Tandri. Finnur, Tandri. Guðmundur. Já, vel getur Jóhannes stelur boltanum. Hann kemur fyrir maðurinn inn á. Það er Vilhjálmur. Þá 5 sekúndar í setjamanninn. Allt að gerast. 1-0 kafli.
hefði getað farið verð fyrir Stjörnuna. Já. Hilmar varið og Tandri næri sér en missir boltann út af. Já, þetta einfaldlega að falla með afturhendingu. Já. Ásgeir fengi eitthvað högg á sig þarna, greip hnakkan á sér. Já. Jóhann, Daniel og Sverrir. Jóhann. Já, Eyþór. Góð vörn hendur Eyþóri. Stöðvaði Jóhann. Það var sennilega styttist í höndi komið upp hjá dómarinn núna. Og Jóhann reyna að koma sig gegn, það tekja ekki Sverrir. Villi brýtur þarna á honum, höndi komin upp hjá dómarinnum. Kemur Jóhann sennilega með skot og hann með skot sem að Villi verð. Það verður að skota strax. Og það var Ásgeir bara að taka skot og það er mark! Æsilegt mark hjá Ásgeiri Jónssoni. Já, hérna. Það fór í gegnum 3 varnarmenn og markmanninn. Þetta var línubærinn. 13-14 metrum. Já. Með ólíkindum. Tekur Elvar leikli. Já, þetta var aldeilis magnað. Þetta var slæðilegt mark, það er ekki að segja annað. Og Stjörnumenn geta ekki annað að tekja leikli. Já, þetta kom óvart. Já, þannig sem slíkt sko. Þannig sjáum við Leif Guðjónssoni mynd. Hann stofnaði handknattleiksfélag HM 95. Handknattleiksfélag Mosfellsbæjar sem að fékk ekki að halda nafninu sínu HM 95, eins og þetta Jói. Nei. Fánýtur fróðleikur hér í hálfleik með leiklinu. En staðan er 12-16. 4 marka munur afturhaldingu við. Það eru 12 mínútur og 19 sekúndur til leiksloka. Það lítur óneitanlega vel út fyrir þá rauðklæddu úr Mosfellsbænum. Þannig svona þeir eru líklegir eins og staðinu núna. Svona hlutir eru ekki að falla með Stjörnunni og ná allt saman. Þeir halda ekki boltanum hérna til frákost og lélegar sendingar. Þannig að en við skulum vona að við fáum hérna spennandi leikur, Susan. Já, þetta er ekki búið ennþá. Þetta var skemmtilegt kerfi. Já. Vítagas, Ásgeir var hann inn í teig, þetta er hárrétt. Hann stytti sér leið þarna til þess að komast í veg fyrir hann. Tandri ætlar að vítapunktinn. Það gerir strákurinn. Skorar sitt 4. mark. Minnkar til 3. 13-16. Sverrir. Og Stjörnumenn að taka 2 umferð. Já, Sverrir fljótur að nýta sér eyðuna sem myndaðist. 13-17. Sverrir komið með 3 mörk. Stjörnumenn í sókninni. Leifir Finnur, kemur Eyþór og það er í netinu. Já, 3. markið hans. 14-17. Stjörnumenn hefði einfaldlega gert og lítið af þessu og búið til einhver skotfæri fyrir hann. Já, og þarna var afturhaldingmann heppinn Sverrir með misjafn sendingu en Jóhann náði boltanum. Sverrir finnur Ásgeir og skorar. Skoraði hverri sókn núna.
14-18. Reyþór inn á fyrir Vilhjálm, Guðmundur fer á miðuna. Reyþór, Tandri. Reyþór finnur Guðmund og hann áttur hornið fyrir Bjarna og hann skorar. Lína, já. Afturhaldingar ekkert að flýta sér upp völlinn. Bjarni mjög lengi að skilja sér tilbaka og þau voru ekkert að keyra reyna að nýta það. Já, það voru búin að setja marki á töfluna, það var aðeins. Daniel, hann skorar 14-19. Daniel Jónsson með sitt 5. mark. Já, 9 mínútur eftir. Og það er svona 9 mínútur að vera það Afturhending sé að fara að halda sæti sínu í NL-deild. Já, 9 mínútur og þetta er lína þarna, Bjarni styttir sér leið í innleysingunni. Það má segja það að Bjarni sé alveg haustlaus í þessum leik. Já. Klúðraði færið þarna á hann, galopnum færi. Gatminkan er í 1-2 fleiri. Og láta dæma á sitt línu 2 svar núna. Það er einfalda bara á dýrt í svona leikjum. Já. Og Sverrir hann bara lappaði þetta í gegnum Elvar. Reyþór segir 6 marka munur. Já, það er að fjara undan þessu hérna núna. Heilmikil uppgjöf í sumra leikmanna hérna í Stjörnuliðinu, það er ekki að neita því. Já, hérna er Sverrir, hann fer hann aftan í Tandra, þetta er rétt. Já, Tandri er ekki búinn að gefa þessu upp. Það er ekki að fara að spila núna hérna vinstra megin, þar sem honum líður best. Já. Tandri, já, hann finnur Elvar og það er varið en vítakast. Smári verður þarna sitt 12. skot. En Elvar Örn fær vítakastið og Tandri fer á vítapunktinn. Kemur Hafþór Einarsson þá í markið í fyrsta sinni í leiknum. Það gerir Tandri, hann skorar. Já, 5. markið hans. Minkar þetta í 5, 15-20. Réttinni með 8 mínútur til leiksloka. Stjarnan har nauðsynlega að vinna boltann í þessari sókn. Já. Athyglisvert að þeir reyna ekki einu svona að taka einn mann úr umferð hérna einu fleiri. Nei. Leysir Hilmar. Daniel, Bjarni, Jóhann. Daniel. Það er bara skrefunum þarna á Jóhann og það er barningur hann á línunni. Hilmar kastaðist þarna 2 metra aftur á baka allt í hennu. Já. Jóhann höndi komin upp. Hilmar er hann að Reyni leysir inn og er galopinn á línunni. Já, engu jafnvægi vera í þarna. Nei, þarna var setur hann í slána. Stjörnuminn alveg höfðu ekki hugmynd af þessari innleysingu þarna bak á vörninni. Það var engin talandi. Nei, Reyni var lengi að grífa boltann en hafði nægan tíma. En ekki góð jafnvægi þegar hann skaut og skotið í slána á yfir. Og sjáum hvað Stjörnumenn gera. Þórólfur kominn inn á. Eyþór úti hérna á Bjarna sem grípur ekki boltan. Og hann lappar bara aftur. Hann er búinn að gera þetta. Hann er minnsta sem hann getur gert og það er að drulla sér aftur í vörn. Þetta er bara til háboruna skammar að haga sér svona hérna sem leikmaður. Hann er búinn að gera þetta. Tekur hann út alveg leið. Hann var löngu búinn að því. Hann er búinn að gera þetta í 3 síðustu skipti sem hann hefur tapað boltanum.
Já, hann var heppinn að bara fá að vera á bekknum og ég væri búinn að reka hann bara inn í klefa. Já, Jón Arnar spila vantarlega hornið. Kom hann inn á. Já, Daniel har auðvitað Vilhjálmur að fara tiltal. 6 mínútur til leiksloka. Já, góð vörn til Eyþóri. Já, Þórólfur kastar sér á boltann hann. Og Vilhjálmur skiptir. Guðmundur kemur inn á Eyþór. Þórólfur og Eyþór nær þessu. Nei, Jóhann stelur boltanum. Hann maðurinn á kústunum inn á vellinum. Já, Reynir, hann skorar. Kemur þessi 6 mörk og fer æðilangt með þetta. Reynir Ingi Árnason að skora sitt fyrsta mark. Ásmundur var fann að reyna að blanda sér inn í leikinu hann. Já, á kústunum. Það hefði vitað að hlaupa út af, verið ekkert að þælast fyrir. Það hefði getað stöðað hraðablöpuð. Það hefði verið illa sér. Já. Og Guðmundur reynir að senda ykkur á línuna. Og hann er nú... Næ, Magnús beður menn að róa sig bara niður í róleitum. Kemur Tandri inn á. Fimm mínútur eftir. Já, það er Þórólfur, Guðmundur, Elvar. Það er Tandri. Jóhann er duglegur að pota í boltan. Já. Új! Og 2 mínútur á Ásgeir. Já, hárrétt. Ég fyndi þarna Elvari á samherja sinn. Það fór ekki fram í Magnúsi og Kára. Það er 6 marka munur, 4 mínútur og 40 sekúndur til leiksloka. Það er eiga smávon hér, stjórnumenn með þessum brottrekstri. Tandri er hreint á aðra 2 mínútur. Já, Jóhann fær þær. Annað skipti sem hann er rekinn út af. Já, það var þeir tveimur farið í 1:51. Hvernig nýta þessi þetta Guðmundur, hann skorar strax, vel gert hjá honum. Nú þurfa þær að vera fljótir að vinna boltan. Stjörnumenn, 5 marka munur. Já, nú koma þeir framar á völlinn. Hilmar, Daniel, Bjarni. Og Reynir er að kemst í gegn og skorar. Þetta var mikilvægt mark. Klaufalegt hjá Stjörnunni. Vantaði alla hjálpavörn þarna. 16:22 og tapar svo boltanum. Bjarni er að ná þessum bolta. Þeir ára 50. Já, þeir fengu örlitla von með þessum brottrekstrum en nýta sér það ákaflega illa. Reynir, Daniel, Hilmar á flegi fer hérna út um allt, brotið á honum svo. Hún þarf að brjóta í þessari stöðu, ætlar að vinna boltan. Gott fyrir afturhaldið aftur á móti. 40 sekúndur fyrir manninn, Reynir, já hérna. Svona skorar núna 3 mörk í röð. 7 marka munur, 16:23. Og Tandri reynir að finna línusendingu. Já, Jón Arnar með honum hefði betur valið þann kostinn. Guðmundur, nú fær Jón Arnar boltan. Hann skorar. (17:23), 6 marka munur innan við 3 mínútur til leiksloka. Og þeir fara að tína sér inn á leikmenn afturhaldingar sem eru út af. Bjarni ástöðaður, kemur fyrir maðurinn Sverrir Hermannsson. Það voru 6 sekúndur í það setni.
Já, og Reynir, hann bara setur hvert marki á fætur öðru. Hann vill spila í skyttunni, það ljóst. Komið 4 mörk á örskömmum tíma í seinni hálfleiknum 17-24. Það heitir að stíga upp. Já. Búinn að skora 4 síðustu mörk. Afturhendingar 17-24. Það er Finnur og það er varið. Smári með sitt 13. skot. Það er ekkert verið að fara að taka maður á manni en eitt slíkt. Þeir fá bara að koma hérna í sóknina í rólegheitum. Núna er að játa sig sigraðan, bláklæddir. Nei, hérðu. Það var einkennileg Aron Gylfason til vippu. Aron Gylfason hérna, ekki alveg með reynu hvað hann átt að gera. Rauðningur dæmdur. Á Guðmund Guðmundsson. Þar með það ljóst að Afturelding er það lið sem heldur verður með sæti í N1 Garðá næsta ári. Já. Einungis eitt lið sem fyrir upp en það varið. Og Bjarni kemst inn í boltan. Aukakast og 2 mínútur. Það var Örn Jónsson. Já, einungis eitt lið sem fyrir upp. Það er Grótta. Já. Liðið sem tapaði umsölunum fyrir Aftureldingu í fyrra og fjall. Mínúta eftir 7 marka munur. Styttist yfir sjáum fagnaðarlætin hér hjá Daniel með skotin, Svavar ver. Stjarnan er aflöpið. Sverri konstant í boltan. Býtum við. Í neti fór hann, Jón Arnar fær markið skráð á sig. Jón Arnar náði að lauma þessum inn. 40 sekúndur ennþá. Og til að loka flautið Gjellur. Bjarni er að marki á honum. Bjarni skora sitt 3. mark. Tandri, það var varið. Smári kom með 14 skot varinn. Það var að veitt vítakast. Ásgeir stöðaður eða hvað? Reynir. Það er viðeigandi, hann kláraði þetta. Reynir Ingi. Býtu halló! Nei. Nei, heyrðu, það er alltaf verið vitlaust. Ásgeir hérna hendi Þórólfur niður. Þórólfur brautaði þess á honum og Þórólfur reyndi að taka hendina hann og beðast afsökunar en Ásgeir tók sér til og bara hendi honum niður. Þannig að Ásgeir Jónsson, ef hann spilar á næsta ári þá byrjar hann í banni. Það er ljóst. Já, menn að sigra, tryggja sér sæti í deildinni eru samt brjálaðir. Þetta er þess að kallaði slæ maðurinn. Ég ætla að leyfa þér að klára þetta, Jó, ég ætla að fara niður og finna einhvern að ræða. Já, og þá erum við þetta á Stjörnunni. Það var Svavar Már Ólafsson stóð í markinu allan tíman og hann varði 17 skot. Tandri Konráðsson var markahæstur í liði Stjörnunnar með 5 mörk. Eftir hann kom Eithor Magnússon með 3. Finnur Jónsson með 2, Guðmundur Guðmundsson með 2, Jón Arnar Jónsson með 2, Vilhjálmur Halldórsson 2, Elvar Örn Jónsson 1 og Sverrir Eyjólfsson 1. Hjá Aftureldingu var það Smári Guðfinnsson sem stóð í markinu og hann varði 14 skot. Daniel Jónsson skoraði 5 mörk, Ásgeir Jónsson 5, Reynir Ingi Árnason 4, Sverrir Hermannsson 4, Bjarni Aron Þórðarsson 3, Jóhann Jóhannsson 2, Þrándur Gíslason 1 og Hilmar Stefánsson 1. Þannig að það er vel ljóst að Aftureldingar það lið sem spilar í úrvalsdeild karla á næsta ári. Stjarnan þarf að vera í fyrstu deildinni og það er ennþá smá reikistefna en mennum fannir aðeins í faðmlögi núna. Það er spurning hvert Guðmundur næri við 12. Og Guðmundur hann er að leita einhverjum í viðtöl. Það er komið með Reyni Stefánsson í Aftureldingu. Hérna með Reyni Árnason. Hvað segirðu þér langar bara að vera í skyttunni?
Herru, já, ég mun bara að segja þetta í allan vetur og ég á að vera í vinstri skeytunni. Þetta búið að ganga svona upp og ofan bara hjá mér, sko, þess vegna ég settur í hotnið. Nei, þetta bara eins og eitt sæði í liðinu. Ef þú þorir ekki færin, þá getur annars hætt þessu. Það bara þannig. Og þetta það sem menn náttúrulega að gera úrslitastundu, að stígu. Já, ég vil bara meina það. Ég búinn að vera fristu dálítið í hotni, ekki búinn að fá bolta mikið, en við líka bara vorum að klára þetta á bara alveg skuggalegri liðsheild og þetta bara alveg klassa lið sem við erum með. Við erum búin að óöfnir í alla vetur og við áttum þetta bara inni að halda okkur upp í deildinni. Já, og þetta náttúrulega bara þannig, það voru þið sem voru að halda ykkur uppi, þeir áttu möguleika að komast upp. Já, það náttúrulega þannig, sko, við vorum í sömu stöðu þeir í fyrra. Við vissum það alveg að þeir myndu mæta dýrvitlaus í þetta því að þegar komið í þetta, þá það ekki handboltalega geta, það bara hver vill þetta meira. Og við sýndum bara að við vildum þetta meira, það bara þannig. Þessi leikur snerist að það, spila vörn og berjast. Já, þú sér það bara, ég meina það 4-4 eftir 16,5 mínútu eða hvað líka. Þetta 10-8 í hálfleik, þetta var bara varnarleikur og við sýndum það bara að við erum sterkara varnarliðið og klárum þetta bara þar. Ykkur líka kannski ágætlega svingspiliðið, tókuðu Gróttu kannski að svingbæri spilamennsku í fyrra. Já, þetta einmitt nákvæmlega sama dæmið. Og núna einn í okkar lið, Arnar Theódórsson, sem var í tapliðinni í fyrra. Þannig að þetta öðruvísi tilfinningur en hann og vonandi bara skemmtilegt að vera komin á hinn endan. Akkurat, takk fyrir þetta reynir. Til hamingju. Takk fyrir. Já, ég leyfi stjórnumönnum bara að vera í friði, þeir sinna engan vilja til þess að koma og ræða við okkur hér og myndatökumaðurinn að drífa sig í handbolta. Takk Viðarum á fyrir myndatökuna. Ykkur áhorfendur kærlega fyrir að horfa. Jóa Lange kærlega fyrir aðstofuna. Guðmundur á Sport TV, segja bless. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I
I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Security.